gott kvöld, skerandi stöðuta. Snúa. Já, núna er komið að daginn að ég er komið nýjan snúningsstól og fer mummi hennar gamla hluta stól sem ég hef með áður því að það er svo rosalega gaman að snúa. En mummi, þú snúðir þig í vikuna ekki satt? Ég snúði mig ekki. Já, þú ert þetta með að skalla. Nei, ég fann Durex smokk á götunni og ákvaði að nota hann sem sundhettu. Já. Æ, mummi minn, er ekki allt í lagi? En Dóra, ert þú ekki á mummi? Það er allt fínt. En Dóra, þú ekki á mummi elskendur? Nei. Litli dúlli mummi minn. Ert þú í sambandi með mig? Nei, ég er með Kristínu. Nú er það gott samband. Já. Kannski ættum við að líta það eftir. Nei. Snúa okkur! Hér er að koma núna Kári Stefánsson. Kári, hvernig lýsir þér breska afbrigðið af kórónuveiru? Já, við skulum líta á smá dæmi um það. Nú, ef ykkur væri sama þá ætla ég að fara að spila PlayStation 5. Oh! This bread tastes bad. Absolutely. No, I think I have the British variation. Komið sæl og verið velkomin í vikuna með Gísla Martini. Það verður alveg stór og skemmtilegu þáttur á ferðinni. Við erum með svona Kára Stefánsson sem er því að kynlífsþróttur eftir. Ég elska svona gamla dónalega kalla. Og svo er með Önnu Söru, sætan grínista, óborgarlega grínista. Fylgistu eitthvað með fréttum í vikunni? Nei, handriti segir mér að ég segja það. Jú, ég fylgist með fréttum og enda líka klámi. Já, en kannski fylgist ekki alveg nógu vel með fréttunum. Þannig við ætlum að taka saman fréttir vikunar með fyndna mig. Æjá, við skulum byrja þetta. Þetta er kannski ekki alveg rosalega fyndið, þannig þið reynið að hlæja svona. En já, maður dó í vikunni í Sundhöllinni. En ég held að flestir halda að hann drukknaði, en ég held að ég viti hvernig hann dó. Hann heit nefnilega Gunnar eða Gunnar. Á þetta vera fyndið og ég hlæja, já. Það mátti reyna. Jæja, við gekkum kannski alveg rosalega vel í handboltanum í vikunni, þannig að þegar fengum þetta á silfurfati. Það mátti reyna. En við ætlum að enda þetta á ógeðslega fyndnu vídeó við Helga Völu á þinginni. Það sem ég vil gera hér að umræðuefni eru orð hans kjör eldri borgara. Þetta var fyndin frétt í vikunni, ekki? Ég ætti að segja það ekki. Píkaninn er stór. Ekki grípa frá mig kannski? Já, sko, það var mjög góð vikin hjá mér. Já. Ég fór aðeins og Smokkur í lauginni. Ég elska svona dónalega gamla kalla. Já, á ég að hlæja? Já, það ekki. En við tengjum svolítið við hérna, því að Kári, þú ert í aflun og önnusöður og ég líka. Við tengjum svolítið við í svo skemmtilega. Já, eftir brúðatertinni hjá hennum Gunnari sem við fórum í. Það er alveg rétt og hann með svona bleikri mössu. Ég bleikur og tippa á aðeinum. Já, og svo er þetta nökkvi bróðið hans. Já. Óborgarlegur. En já, nú ætla ég að hneppa jakkanum mínum frá og til eins og ég gerði þættinum. Það er það sem ég finnst skemmtilegast, að hneppa jakkanum mínum. Svona. Jæja, en við skulum nýta á innslag Berglindafestival. Það sem við skoða saga pappabrandarana, stór og skemmtilegt innslag sem þið munið elska. Ég myndi þín Berglind. Pappabrandarar notið mikilla vinsælda eftir áramótasköp sjónvarpsins árið 2020. En hver er sagan á bak við þá?
Já, pappabrandarar hafa alltaf verið rosalega vinsælir síðan aftur á andrúmsspilunum. Og í rauninni hafa bara allir verið að lesa þetta pappabrandarar síðan. Þannig þeir komu upprunalega á andrúmsspilunum. Já. Óborganleg Berglind, algjörlega. Heyrðu, en þarna, þá var bara þátturinn til búinn. Það var stór skemmtilegt að hafa ykkur önn að hlaða og áður óborganlega í stefn. Ég held að þetta var minna en 1 klukkutíma þessi þáttur. Já, hann bara spartlaður hér úr. En já, við skulum enda þáttinn á rosalega vinsælu hljómsveitinni Zombie Girls. Þeir eru alltaf vitlaus út í þær og þetta er bara vinsælt að hljómsveit landsins. Þeir góðu plötu í vikunni. Þeir eru allir að hlusta á þetta. Þeir vita allir hverjir þetta eru og þeir eru með útgáfapartí í Vinabæ á morgun og mæla með að koma hingað. En hér eru þeir Zombie Girls. The night is hot, there's no fantasy. We can't find a way out of it. We are the worst in the world. We can't find a way through, 'cause we are Zombie Girls! We are Zombie Girls! Já, og hér erum við komin með verkstjóri Sundhöllinni. Þú ert hérna með fullt af skjáum þar sem þú ert að fylgjast með, er það ekki hvort það sé ekki alltaf í gangi, en það er slökkt á þeim. Já. Af hverju er það? Já, ég er sko spila á PlayStation 5, það er miklu skemmtilegra. Já, en það er nú það getur nú fólk verið að drukna núna, þú ert ekkert að fylgjast með því í myndavélunum. Já. Ég skal sko segja það, kallinn minn, að spila á PlayStation 5 er miklu skemmtilegra heldur en að horfa á fólk drukna, það getur ég sagt þér. Já, en byrju, af hverju er það að gera þetta? Getur fullt að fólk verið að drukna núna? Byrju, af hverju er það að gera þetta? Þetta er nú bannrækslega með Sundhöllinni. Ekki furða þessi maður dó í vikunni. Hjálp! Ég er að drukna! Hver er þetta? Ég er að drukna! Hjálp! Nei, já, ég veit að ég er sullafurinn hérna, en ég er að spila tölvuleik, sko. Ég er að drukna! Já, ég hef ekki tíma, ég er að drukna! Ég ætla bara að klára þetta bara. Einu sinni enn. Nei, já! Ég er að drukna! Hættu þessu! Í þessum þætti ætlum við sérfræðingarnir Óli 7 ára og Guðmundur 8 ára að baktala handboltaþjálfarinn okkar. Landsliðsþjálfarinn. Hann er alveg ómöguleg, hann kann ekki að vinna. Já. Ég held að hann ætti að setja verkefni Láru Viðarsdóttur, hérna fótboltakonu í liðið. Því hún var örugglega góð í handbolta líka. Já, algjörlega. En já, ég var í klippingu, ég var búin að stóða mig. Já, ógeðslega flottis. Já. Ég á einmitt. Sko, svo var það hérna Hrafnaþing sem við nú í. Mér finnst líka Guðmundur, hann kann ekki að láta okkur vinna með 200 mörkum. Já, hann gerir bara eitthvað 56. Ég vil allir segja að hann sé góður. Hættu núna, Guðmundur. Út með Gumma! Fólkið Gumma! Þetta var feik.
Gunnar, viltu segja þáttinn? Ég fann þetta í kjallaranum hjá ömmu og ég ætla að prófa að spila þetta fyrir einhver áhorfendur. Koma svo. Á hvernig á ég að gera þetta upptökumál? Já, þú átt þú átt eiginlega ekki að setja þetta hingað. Það ekki? Nei, þú átt að setja þetta hingað, ekki festa þetta. Ó. Já. Jæja, hún búin að laga þetta. Ó. Þetta allt og sumt. Ok. Já, ég held að það sé komið nóg af teikninni að sinni. Hvað? Hættu þessu. Ég vil hlusta. Já, þú bara kannt. Þú búin að taka yfir þessa stóla. Allt ónýtt með mig. Gummi. Erum við komið með forstjóra veitna, en hvað gerðist þegar háskólinn flytti? Já, ég verð nú bara að viðurkenna það, þetta var slefið hans Gunnars, það getur Hvaða bara Gunnars? sagt. Gunnars? Hvaða Gunnars er þetta að tala um? Gunnar. Já, Sem vinnur hjá okkur. Já, ég giska þá að við sundum þetta þá bara burt. Takk fyrir mig, ég heiti það Þormóður og bless! Ég verði að viðurkenna eitt. Ég er ekki Óli 7 ára. Ég er... Bjarni. Hei, Bjarni, getur þú gefið mér peninga? Nei. Æi, fucking Bjarni. Hvað er þú að gera, ungi maður? Bjarni, hann vill ekki gefa mér peninga. Þú veit, ungur sjálfstæðismadur. Halló og verið velkomin í Dónatal. Hérna við komið gestin Bubba Mortens. Vertu velkomin. Takk, Matti mín. Þetta gott. Já, ekki allir í stuði? Algjörlega. Djöfusins snillingar! Á ég að byrja að syngja lögin mín. Já, það mátt þú sko gera. Já, þú verður að hætta að tala. Fokking kekklingin maður. Hvernig þú verður að Þetta segja er- svona við kónginn sjálfan? Þetta er Dónatal maður. Grímur og sprit er merkið mitt, já, merkið tónlistamanna. Akkur er þetta að hlæja að kónginum? Ég er kóngurinn Bubbi Mortens. Það má enginn láta svona við Ég myndi nú ekki segja að Bubbi Mortens sé eitthvað rosalega elskar sjálfan sig svona rosalega mikið. Já. Þið veru snillingar! Ha? Heyrðu. Þú berjaði, djöfull þér fangur, þú dónið út í döfi, fáviti. Ég var í boxi, sko. Ái! Mummi, þú ert nú snúið nú, ég á hennan stól. Hver borgaði fyrir stólinn, Guðmundur? Darri, ég held að þetta sé orðið svolítið þreytt samt. Dag, sko. Darri, ég held að þetta sé orðið svolítið þreytt, en Ég ætla ekki að fara að kaupa svona fyrir ykkur. Hvað er þetta búið? já. Þetta voru loka orðin þann 30. janúar 2021. Við þökkum fyrir áhorfið að sinni og við þökkum fyrir janúar og sjáumst aftur í febrúar. Slökk á þessu. Slökk. Já, Zombie Girl er góð hljómsveit. Af hverju man ekki prunið á Tortóla?
hér erum við komin með Kára Stefánsson. Kári, hvernig lýsir þér breska afbrigðið af COVID? Já, við skulum bara líta á smá dæmi. Já, við skulum halda áfram að ekki. Spritta sig. Nei, ég man ekki. Hvað var það? Það var eitthvað... We don't even like to... Okay. Life's hard. The nights don't stop forever. We don't like... Það getur svo mjög gott. The night is hard. We have to survive it together. Without an endeavor. Þetta gerði bara smá stund af því að... The night is hard. Þetta er svo gott. The night is hard. Það